velkomin að Rauðaborðinu klukkan 16:00, klukkan 4 á föstudagseftirmidegi. Þá eru margir fastir í umferðinni en við höfum haft það sem sið hér að hafa hjá þátt sem við köllum vikuskamt. Það fáum við hingað gott fólk til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og það er þannig í dag. Við erum með gott fólk. Kristín S. Bjarnadóttir. Þú ert hjúkrunarfræðingur eða ekki? Jú, það passar. Og stofnandi Vonarbrúar. Já, passar líka. Býrðu út á landi? Já, ég býr fyrir norðan. Já. Svo Natalie G. Gunnarsdóttir sem er nemi og býr ábyggilega bara niður í 101. Já, ég hef búið þar allt mitt líf. Alla tíð. Já. Björg Magnúsdóttir, fjölmiðlakona. Það ekki? Passar. Þetta ekki stjórnmálafræðingur eða eitthvað laus? Jú, ég lærði stjórnmálafræði í HÍ. Já, og kallar ekki stjórnmálafræðing? Jú, Já. þegar mikið liggur við. Já. Kannski ágætt að nota þann titil í dag. Og Sindri Freysson, það er bara rithöfundur. Jú, það bara. Bara? Já, það var Þú varst eitthvað í fjölmiðlum og svona? Jú, ég var í blaðamennsku í mörg ár. Podcasthöfundur? Já, ég ætla ennþá í þannig séð fjölmiðlum, sko. Með það að gera, með sjónvarpsþætti og útvarpsþætti, sko. Já. Minn en Björg þú, en já, þú veist að öðrum toga. Herðu, gaman að fá okkur ykkar. Takk. Er þið að fylgjast með fréttunum? Ég fylgist með á Gaza. Ég fylgist lítið með hér. Ég hef beðið manni minn að láta vita að það er eitthvað sem varðar almannavarnir. Eða eitthvað sem er stærri en Gaza, Já. sem gerist ekki. Sem gerist ekki. Nei, sem betur fyrr. En Natalie, þú getur ekki borðað kvöldmat á þessu kvöldfréttir í gangi. Það var þannig, Já. en svo tók ég afstöðu síðastliðið vor að taka mig smá frí af því að ég fann að ég þurfti að gera það. Ég var fyrir próf og ákvað bara svona, ég ætla að prófa bara aðeins að stíga í burtu frá þessu og veistu það, lífið. Ég byrjaði bara að anda dýpra, þú veist, byrjaði bara ný litir að myndast og þannig ég fór í fréttapásu og sem að var bara með því betra sem ég hef gert fyrir mig og mitt líf og það var svona eins og var klift út úr braki og fá svona smá tíma til að bara hlúa á sárunum. Þannig að núna svona því ég kem að fréttum þá þú veist, ég ligg ekki yfir þessu, ég meira bara svo ég kíki, ég skima og af því að það er svona, já, og ég er svona meira svona velti fyrir mig bara til hvers er þessi frétt. Þetta er svona svo fær rannsókn í hendunar, bara hver ber ábyrgð á þessu rannsókn, hver er á kostana, skilur. Það er rosa mikið af furðulegum atburðum eiga sér stað í heiminum, þannig að ég er svona, já. Mikið af svona plöntuðum fréttum? Ég veit ekki, það er bara alls konar í gangi og þannig ég er allavega, ég er ekki til að þannig hvað sem er en ég er svona skima meira heldur en að vera eitthvað svona mikið að festast í þessu. En svo náttúrulega ef það kom einhverjar, stórar fréttir þá bara, þá fær maður bara að vita því en svona dagstæðlega þá reynir ég ekkert að vera neitt að liggja mikið. Þannig að takk fyrir að bjóða mér. Veistu, ég heyri þetta sjónarmið oftar og oftar að fólk bara er aðeins að taka sér pásu og líða miklu betur fyrir vikið. Það er líka bara einmitt, það eru þannig hlutir í gangi einhvern veginn í heiminum í dag og líka auðvitað á Íslandi að það er bara því miður og kannski sem betur fyrr að það er bara einhvern veginn margir sem bara ákveða að loka. Það var ekki við þig, þú bara guffar þetta í þig. Ég geri það og náttúrulega hef starfað líka í fjölmiðlum lengi og þannig að það er einhvern veginn bara ennþá sá þráður er mjög virkur í mér en til dæmis að því að við komum örglega inn á bara þessar hörmungar sem er að gerast í heiminum Gaza og svona, ég er smá Natalie þar sko, ég bara á rosalega erfitt með að horfa upp á þetta. Ég bara, þú veist, já, mér finnst þetta bara, þetta er þannig hryllingur af þeim toga að það er bara, þetta er bara mjög, það er bara rosalega erfitt að einhvern veginn taka þetta inn dag eftir dag eftir dag, þetta fyrir stigmagnandi, síversnandi og það er bara ekkert að gerast. Þetta er það og það er ekkert að breytast, það er ekkert að gerast, maður er bara svona gjörsamlega búin að missa alla von og trú og þá kannski bara ráðið að slökkva sko. Sindri? Já, nei, ég er alltaf var í fjölmiðlum mörgar og er alltaf fréttafíkill, þú veist, maður fer sína hringi ekki á hverjum degi, maður byrjar eitthvað staðar og það er passar þegar maður er búinn með hringingunum þá er ný frétt komin á hinum einu sko, þannig að maður rúlar þetta hérna áfram
Og ég veit það ekki, þú veist, jú, þetta er neikvæð fréttir, alltaf neikvæð fréttir. Ég neitt félag sem var nú í fjölmiðlum lengi líka, blaðamaður, og hann segir, þú veist, heiminn er aldrei verið verri og þá segir embættu hvað með, þeir voru að sprengja flugvélar á 8. áratögnum, við fyrir svo langt aftur, sko, stríðin í Angóla þá og stríðin þarna og þú veist, og það er alltaf verið hörmungar og hryðverk og vesen í sem heimi, þannig að það er ekki nýtt en fólki finnst kannski bara í dag með þess að svo mikið streymi, þetta er inn í almannarýminu, þetta er inn í samskiptamiðlunum, þá finnst þetta vera þrúgandi og meira en það var, en heimurinn hefur alltaf verið loðandi, þú veist, það er bara hannig. Já. Einhver leiti. En Natalie var að segja, var þetta ekki að tala um að eins og væri, sko, hvaðan koma fréttirnar og svona, þessu plantaðar og svona? Eru þið á vaktinni með því, sko, hvað, það er náttúrulega, sumuleyti er bara stríð í gangi hugmyndir okkar. Ég má það vel sem miðlar sem að treystir á og trúir á. Það getur líka verið bara vexti og verðbólgu á Íslandi. Það er stríð alls þar. Það er alltaf ykkur að tróða einhverju sínu. Maður sé líka bara, þú veist, fjölda almannatengsla tengla sem starfa á Íslandi versus til dæmis fjölda blaðamanna. Það er örugglega áhugaverð tölfræði og sjá hvernig það einhvern veginn spila saman og hefur spilað saman kannski þróast á síðustu árum. Líka gaman þegar menn fara úr fjölmiðlum þá og verða allt sem er hötuð áður, sko. Fara yfir rauðu línuna. Sko. Fara að halda fréttum frá sinni eigin stétt, eða sinni fyrrum stétt, sko. Það er meiri hlutir sem gerir það. Já, algjörlega. Ég hef sagt að þegar ég byrjaði í blaðamennsku að þá voru kannski svona, kannski 250 blaðamenn og einn almannatengill, hann heit Jón Hákon Magnússon. En núna eru kannski ekki meira heldur bara 120 blaðamenn, en það eru líklega 900 almannatengill. Þannig að þetta er svolítið þróunin. Við erum að taka upp úr fljótinu sem rennur, þá upstream er bara endalaust að liði að setja eitthvað í þetta fljót, sko. Sem að þegar kemur að þér. Það var náttúrulega menga fljót. Það er eldislagsar, sko. Já, ég sko velti ég fyrir mér til hvers eða hvað tilgangi á þessi frétt að þjóna, þú veist, og svona hvaða, þú veist, gott fyrir samfélagið og mig að ég sé sko lömuða kvíða eða lömuða hræðslu og í þannig farvegi að ég orðin sko hrædd og reið og þá haga ég mér allt öðruvísi í samfélaginu heldur en ég væri bara sátt og sæl. Þannig að þú veist, svona fréttirnar og mér veist oft, þannig að eftir ég tók þessa pásu og fekk smá andrými þá velti ég fyrir mig tilgangi, þú veist, hver er tilgangurinn með fréttinni og þegar það er svona verða eins og þegar við talaðum verða að svona þrýsta út þessu neikvæða og búa til bombardaði með slæmi fréttum. Já, og búa til einhvern óvinn, hvort sem hann sé ímyndaður eða raunverulegur eða svona, þú veist, hver er tilgangurinn með þessu öllu saman? Af því að, þú veist, jú, heimurinn er alls konar en það er samt líka góður hlutur að gerast í heiminum. Það er líka til gott fólk og við, þú veist, og ég held að í grunninn þá þú veist, held ég að fólk vilji vera gott við hvort annað en það er einhvern veginn verið að draga upp þessa mynd, þessa dökku mynd sem að ég veit ekki hvert þetta er að fara með okkur. Ég allavega fann að ég fyrir mitt leiti þurfti að stíga til hliðar og líf mitt hefur stækkað og það er betra fyrir vikið, sko. Alltaf gömul formúla fyrir bara allar öll stórveldi, þú býr til einn óvinn innanlands og einn eða tvo óvinn erlendi, sko, þá stýrir þjóðum betur með þeim ótta, sko. Akkurat. Þú veist, við sko, þá gleymum fólk efnahagsmálunum og öllu því sem öllum klúðurinn og röglunum sem ríkisstjórnin er að gera, þess að fólk er alltaf upptekið þessum óvinnum, ímynduðu tilbúinu óvinnum sem eru til staðar. Og svo náttúrulega, þú veist, gamla mítan af fjölmiðlum og bara fréttamennsku bara það er ekki frétt ef allt gengur vel og gengur sem skyldi, það er frétt ef eitthvað fer aflaga, ef eitthvað rústast, ef allt er í klessu, æskilji og svo ef maður er bara að taka þetta inn þá kannski fer maður að trúa að þetta sé talsvert verri en það er, þú veist, að einhver leiti. Þegar ég var ungur ritstjóri þá sagði ég einhvern tímann svona að það var reynt í Kanada að gefa út blað sem var bara með góðu fréttum. Það fór á hausinn. Já, það nefndi enginn að lesa það. Það las það ekki. Ég er held að sé sérstakt á Íslandi með fréttir af því ég held að allar fréttadeildirnar eða ritstjórnirnar séu frekar veikar og við fáum mikið af fréttum en það sem okkur vantar eiginlega í fréttinnar er svona eitthvað svona samhengi og ég byggir þetta bara á Nietzsche sá sem að þolir hvað sem sá sem að veit hvers vegna þolir hvað sem er hvernig. Náðu þessu. Það er að ef þú getur þolað slæma fréttir ef þú sér það í einhverju sko samhengi en ef það er bara alltaf að fá rafstuð eins og með einhverju slíku þá þolur það ekki. Þannig að við gætum þolað betur eins og við verðum að hlusta á fréttina frá Gaza
En það verður að vera í einhverju sko samhengi, það er alltaf verið að segja okkur einhverjum veikum yfirlýsingum þarna svo náttúrulega breytist ekki neitt að því að en þá er kannski betra þegar veika yfirlýsing kemur að hérna þessi yfirlýsing mun bara ekki breyta neinu, eins og ekki frekar að fyrri. Allir að bara segja það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig er það bara, það breyta bara ekki neinu. Það er búið að reyna þetta. Búið að reyna þetta núna alla þennan tíma. Já. Og yfirlýsingar skila engu, við vitum það. Þarf ekki að gera fleiri yfirlýsingar. Já. Svo kemur ein frétt 47 sekúndur Súdan. Svo bara skuttla sér yfir í næsta. Og maður veldi við hver er hérna... Hver er velur? Já, og hvað er þetta? Já, þetta er bara talnaband af einhverjum soundbætum sem hafa ekkert samhengi, sko. Akkurat. En fyrir vikið hafa líka komið upp svona, þú veist, aðeins sem að byrja að túlka og matriða fréttir ofan í aðra og gera það til þess að ná fram einhvers konar, hvað að segja, einhverjum tilgangi og og fólk er ekki innkeypt fyrir því líka. Við sjáum það hvað fólk er að detti hægri áróðssíður á netinu og annað slíkt, sko. Og þess að það er fólk að reyna að búa til samhengi utan hlutir sem kannski eru ekki með það samhengi sem er verið að setja því, sko. Þetta er svona heildarsamhengi sem áður var reynt að halda fólk vil sjá samhengið einhver annar túlkar það fyrir og setur það samhengi sem hendar einhverju málstað yfirlega vondum, sko. Það er að tala að hverjum þjónar það að vera að skapa svona ugg og ótta að Adam Curtis BBC heimildarmyndamaður hann sagði einhvern tímann að fram til 1980 að þá seldu stjórnmálin framtíð einhverja lausn á samfélag. En frá 1980 hafa stjórnmálin aðalega selt okkur ótta og það að þau getur komið og bjarga okkur frá einhverju ógn. Og það er bara heimurinn sem við lifum í og þess vegna þurfa stjórnmálin að selja það er einhverju ógnanna og hvað ef að gera því? Já, kjósið mig. Þannig að það er gríðarleg svona hagsmunir af óttasölu. Akkur með þeirra 80, veistu það? Hvað ártal kemur, þú veist, akkur verður það ártal? Já, ég ætla að segja ekki bara Margaret Thatcher og Reagan. Já, það er einmitt datt að hug, sko. Það er margt sem að breytist þá. Já, einmitt datt að hug, sko. Herðu, ef að fara til Gaza, það var lýst yfir hungursneyð. Getur það máli? Ég ekki sagði Mokkin það fyrir nokkrum dögum, hann vitnaði í Ísraela, það verður ekki hungursneyð, það er bara í þessari viku minni mig. En nú er komin hungursneyð og hún er náttúrulega auðvitað búin að vera þarna lengi. Já. Þetta er bara rosalega alveglegt ástand og að enn skuli vera þjóðir að fara þarna á flugvélum og henda niður einhverjum stórhættulegum varningi sem að drepur fólk og slasa fólk. Þegar hægt er að opna hlið og keyra inn miklu stærri farma. Þú veist, það verður að nota þarna einhverja leið eins og að séu bara einhverjum afskekktum dal og komist ekki neitt til þeirra með þessum hætti. En á meðan fá alþjóðastofnanir ekki að fara inn, þetta er algjör sýndarleikur og verið að fríða einhvern veginn alþjóðasamfélagi með þessu, finnst mér. Þannig að þetta er bara rosalega alvarlegt. Já, og fólk er að deyja. Það er skilgreininga baka þetta hungursneyð að það var allavega 20% af ekkert aðgengi að mat og séu í lífshættu. Já, akkurat. Og hvernig getum við horft upp á þetta án aðgerða? Hvernig geta Vesturveldi horft upp á þetta vestræni þjóðarleiðtogar án þess að bregðast við með því aðhaldi sem að Ísrael þarf, þeim refsiaðgerðum og þeim úrræðum sem hægt er að beita og þau ættu að vera að beita og ættu að hafa byrjað fyrir löngu vegna samkvæmt alþjóðalögum. Hvernig getum við horft upp á þetta? Það er svo ótrúlegt hvernig við getum það. Já, sammála. Bara algjörlega. Maður sér ekki alveg einhvern veginn hvernig framvindur og hvað einhvern veginn, þetta er bara á leiðinni á hvernig átt, við vitum öll einhvern veginn hvað það er. Er eitthvað sem getur komið einhvern veginn í veg fyrir það? Ég meina, þú veist, maður er eiginlega alveg búin að missa von. Ég er alveg sammála, það er bara einhverjar yfirlýsingar og fundir og frekari viðskiptaþvinganir og eitthvað svona, það verður ekkert að segja. Já, viðskiptaþvinganir, það er nú kannski að prófa að byrja á því. Já, svo sem má prófa það þar. Það sem er vitni í þjóðarleiðtoga og Vesturveldi að það séu einhver samtök, að þau taki sér saman og ætli í alveg að leysa þetta. Það er búið að tipla nógu lengi á tán. Það er ekki hægt. Og af hverju erum við á þessum stað? Við erum á þessum stað því að það er búið að tipla á tánum í áratugi. Þess vegna erum við á þessum stað. Þetta byrjaði ekki 7. október, þó að ráðherra vilja segja okkur það. Þú veist, við vitum það, þau sem vilja vita það, vita það. Þannig að það er bara, það verður að fara að beita þarna samtaka refsiaðgerðum og hún Kristrún sagði það nú, ég heyrði það hérna á leiðinni að henni finnst það líka núna, nú sé komið að því. Ég veit ekki hvort hún er að miða við hungursneyðina, þú veist, bara mjög fljótlega búið að drepa 10.000 börn. Akkur var ekki tími til komið þá, akkur kom ekki tími þá búið að drepa 1.000 börn.
þú veist, hvurslags eiginlega er þetta? En svo, einhvern veginn þokast þetta saman. Við gætum sagt við hvert atriði að þetta er allt og lítið, allt og seint, en samt þá þokast þetta. Þú ert að nefna það sem að hún segir, Kristrún, og ég heyrði Þorgerði Katrínu segja að öllu líkindum á sér stað þarna þjóðarmorð, sem er eiginlega alþjóðadómstóllinn komst að þessu fyrir 1,5 ári. Þannig hún er þó komin á eftir honum, 1,5 ára eftir. Já, þetta er auðvitað þokast og ef þeir eru að segja þær séu jafnvel að hugsa að fara í einhverjar aðgerðir, vonandi þá í samráði við önnur Vesturveldi, sem bera þarna stórkostlega ábyrgð. Já. En það getur verið skynsamlegt að segja það að í samvinnu við aðra, því það er meira afl í því ef að ég eyði tímanum í því að fá þig með og hingra á meðan að þú ert komin í vagnin heldur en að ég fari og gera eitthvað og þannig að þú þurfir einhvern veginn að tróða þér í vagnin á mér og ég meina það má vera að þetta sé eða hvað. Já, bara þetta er það sem Kristrún ætlaði að gera fyrir meira en ári, að þá fyrir kosningar, þá ætlaði henni fannst bara líka ljóst fyrir að Norðurlönd tæki bara þarna forystu, en svo bara breytist það. Þú veist, þetta er auðvitað flókið, ég veit alveg þetta er flókið, en þetta er viðbjóður hvað þetta hefur fengið að ganga lengi. Og ég er í daglegu sambandi við fólk á Gaza og búin að vera það núna í meira en ár og sko það er ekki hægt að ímynda sér þetta. Það er getur enginn reynt að skilja þessar hörmungar fyrir utan allt sem við sjáum við fréttum ef við erum að horfa, þú veist, það er líka spurning hver hvílar sig á því og hvernig það er og hvað maður þolir, því þetta er og ég segi fyrir mig, ég myndi ekki þola við ennþá nema af því að ég fór í mínar aðgerðir. Annars var ég bara, ég veit ekki hvað ég væri. Það hjálpaði til þess að fylgjast með að vera þó að gera eitthvað. Já, það hjálpar og maður getur gert. Mikil ósköp, það er alveg hellingur sem við getum gert. Út af því stofna ég þetta almannaheillafélag sem heitir Vonabrú með starfsemi við landamæri. Þegar ég sá það að það stækka allt það sem ég var að gera og reyndar bankinn stoppaði mig og sagði þú er nú aðeins að gera þetta eitthvað, þú veist, komur sér einhvern farveg sem ég gerði þá bara. En það er hægt að koma þarna með millifærslum, með þartilgerðum reikningum eins og GoFundMe og fleirum. Það er hægt að koma þarna peningum sem að þau geta keypt sér mat fyrir, þau sem hafa þessa linka. Svo er fullt af fólki, það er fólki sem er að deyja, sem á ekki síma, engin samband út í heim, hefur engan síma til að hafa samband, það er að stofna þessa linka út í heimi fyrir fólkið, þannig að það er náttúrulega verst þetta fólkið. En þó þau sem hafa síma og hafa samband, að við getum hjálpa þeim alveg helling. Og það erum við að gera og það er, þú veist, þegar stofna þetta fyrir 2 mánuðum rúmum að þá er þetta svona 70 fjölskyldur sem við erum farin að hjálpa og nú er það yfir 100 þannig að þú veist, og það er bara hátt í 1000 manns á bakvið það, sjáu þið. Þannig að það er auðvitað dropi í hafið, segir einhver, en ef að þú væri þessi einu af þessum fjölskyldum, eru ekki fegin. Og sjálfum sér getur þú talið ofan að því að gera nokkuð skapað hlut með því að segja alltaf að þetta bergar nú ekki heiminum. Já, maður getur alltaf hugsað það bara, takk ekki að gera neitt. En einhver sagði nú einhvern tímann að sá sem hjálpar einu barni, hann bjargar heiminum, það er líka verið sagt. Já, svo það líka, þú veist, eins og ég segi bara hvað fær sá langan dóm sem drepur barn, sem myrðir barn? Er það ekki lífstíða dómur? Þetta er svo alvarlegu glæpur að drepa barn. Þú veist, hver má drepa 1000 barn? Hver má drepa 10.000? Og hver má halda áfram? Hvernig getur við verið meðvirk? Þetta bara verður að stoppa. Það er þannig. Hvernig munið þetta stoppa? Það þarf að fara, ég vona að það takist bara með refsiaðgerðum aðhald og auðvitað þarf að taka þetta bara í gegnum Trump. Það þarf að ræða við Trump. Trump getur haft það áhrif. Er það ekki eins og að kasta bolta bara í svona hjól sem að snýst og veist ekki hvað þetta skýst út? Hefur einhver reynt? Að tala við henn? Þetta. Að reyna virkilega Evrópuþjóðaleiðtogar, hafa þeir reynt? Ég veit það ekki. Ég var að hlusta á mann sem hafði unnið með honum, hann sagði að vera í nálægð við hann, það er eins og að étið úr manni all góðmennska. Nálægð við Trump? Já, ok. Hann er náttúrulega hann líst honum eiginlega sem djöflunum bara. Það er svoleiðis. Einhver svona sogast úr þér öll mennska. Já, en hann er náttúrulega upptekinn í öðru stóru máli, örn að leysa annað mál og hann hefur tekið það til sín en hann hefur náttúrulega ekki stíð hann ég held að segja henda því frá sig líka sko. Já, og einhverjum 2 vikna hlið og einhverjum svona bið. Já, bara segja, þið verður bara að leysa þetta, Úkraínumenn og Rússar og þið getur fengið Evrópu með, ég hef búin að gera það sem ég get, þeir gerum þetta sko bæ. Mér finnst það verið að tala sig upp í það sko. Já. En Trump er líka rosalega tækifæri sinni og hann getur séð, þú veist, alls konar, út úr alls konar. Þú
Þú veist, það saka nú ekki að tala við hann. En áður en kemur á Trump að þá þarf það að breyta almenningsálitinu í Bandaríkjunum, þannig að ná inn í repúblíkanaflokkin, þannig að þeir sem að fara í kosningar eftir ár sjáu fram á þessi að missa það, þannig að það bara eins og svipað og breyta afstöðunni til Víetnamstríðsins, þetta tekur tíma. Þetta tekur allt tíma. En það gerist ekki með að við gerum ekki eitthvað svona aktíft í því. Þú veist, ég að meina álíktanir, það búið, við erum búin að prófa allan tíman. Þeim hendi rusli bara. Pröfaði stundum að segja við rauðaborðið að þjóðamál á Gaza sé hryllilegustu viðburðir þessar aldar í heiminum. Hvað er þetta stórt mál? Maður finnur engan... Ég ætla að leipa ykkur af. Maður finnur engan... Það eru bara öll orð svo fátækleg. Þú veist, það er bara eitthvað, maður bara er eitthvað neginn... Það nær ekkert utanum þetta. Þetta er bara, þú veist... Það nær ekkert utanum þetta. Þetta er bara... Af því að, þú veist, og það eru sem að segja við mig einmitt, en hvað með Úkraínu, einmitt, hvað með Úkraínu og þá var bara Ísrael sem ég hitt á Akureyri daginn og hann sagði mér fréttir. Hann sagði, Ísraelar drepa bara Hamasliða. Þau voru reyndar að segja sjálfur Ísraelsmenn að það veri 83% af þeir sem það er ekki Hamasliðar. Það er liðan 2 vikur, þú veist. En þessi hann bara blákalt, hann bara reynda að leiða þetta með nei, það er engin drefnir Hamasliðar, ég er búin að tala við Hermann og spurja hann og þeir hafa ekki drepið neitt og ég sagði búið að drepa fleiri þúsund börn og hann sagði, sanna það fyrir mér, þú veist, ég náttúrulega stóð ekki í því. Þetta er bara, afneitun er náttúrulega gríðarleg, en það er, þú veist, það er ekki þetta, það er allt, þau eru með allar bjargir bannað, það er ekki eins og sé loftbarnabyrgið þarna einu sinni. Þau eru bara í tjöldum, þau eru í rústum, þið getið ímyndað ykkur þessum tíma, getið ímyndað ykkur bara tannskemmdirnar á svæðinu, í næringarlesinu. Það eru börn sem eru bara komið svo mikla tannskemmdir, ég vil séð upp í þau. Svo mikla tannskemmdir, þetta er einhvern veginn gjörsamlega allt í rúst eins og við vitum, allir innviðir og mér finnst það og þegar öll eftir að sjá það eftir á þau sem virkilega ekki sjá það ennþá að það er skelfilegt hvað mannkynið hefur brugðist Gaza og Palestínufólki núna að horfa á þetta svona lengi. Þetta er svo viðurstyggilegt að við skulum hafa gert það. Þetta er okkar kynslóðum hérna til skammar, háborinnar, þetta er glæpur gegn mannkyni og þetta er bara gríðarlega stórt. Já, herðu, það er eitt sem ég var að hugsa daginn að það er svona almennt viðurkennt í íslenskri sögu að íslensk stjórnvöld hafi brugðist í helförinni, komu hingað gyðingar og leituð á sér en var vísað í burtu. Og ég fór og því kannist við þetta aldrei aftur og eitthvað svona, en ég fór að velta fyrir mér, Íslendingar drógu engan lærdóm að þessu. Mér finnst þetta ekki svona ríkt í Íslendingum að þeir alltaf leiðrétta þetta eitthvað. Höfum við dreigið mikið lærdóm af mörgu í gegnum tíðina? Nei, alvöru. Það dregur fólki vilt lærdóm af sögunni, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé ekki bundið við Ísland, ég sýnist að heimurinn bara líka það undir, sko. Bara fólk skammtíminn svo mikið, fólk mann valla sem gerist í gær, hvað þá fara að draga lærdóm af sögunni sem að gerist fyrir einhverjum árum með áratugum síðan. Fólk bara gleymir og fólk lærir aldrei neitt. Það átti að vera lærdómurinn í stríðslok, aldrei aftur. Fólk lærir aldrei, sagan bara hún endurk sig í einhverju spíral, sko, með litlum breytingum, sko. Það er bara þannig. Já, núna eru þau samtök eða þær stofnanir sem voru stofnaðar þá ekki að fungera, það virka ekki í þessu tilviki. Nei. Það er bara ekki hlustað, þetta er ekki að býta. Trump er líka að lama ákveðnar alþjóðstofnanir, hjálparstofnanir sem hafa verið til staðar, HÚ og annað slíkt, sko. Það er verið að taka úr þeim náttúrulega bara fjármagn sem gera verkum að þær get ekki funkar eins og það er að gera og gerðu lengi vel. Þannig að Trump áhrifin eru víða, gáru áhrifin eða dóminu áhrifin af hans valdasetu. Og hafa áhrif á allan heiminn, hvað það varðar, smæstu þættir sko. Hvað varðar söguna, þá var hann líka að ganga inn í menntakerfið og inn í heim akademíunar og grafa þar algjörlega undan. Algjörlega, mjög fasískir tilburðið það, sko. Mjög svo, og taka út sögubækur og í raun og veru er að endurskrifa fortíðina bara akkurat núna. Hann að svelta háskóla til hliðinni, hann að ráðast á einmitt, þetta vísindasamfélag og annað slíkt, sko. Bandaríki sem hafa verið með mestu og bestu vísindamenn og svona, já, hugsuðu og tæknimenn sem að bara finnast í heiminum, þú veist, þar er að byrja atgerðisflótti, einhvers konar, spekileiki þaðan, vegna þess að það er verið að búa til dogma í kringum menntun og þekkingu, sem að þrengir að menntun og þekkingu, og gerir hérna ókleift að anda sem hún þarf, alltaf að anda svo mikið, sko, til að fungera. Þetta er mjög
Trump-áhrifin eru víða og þau eru öll slæm. Við segjum, við erum með fréttir hérna, við erum að ykkur í því á sjálfstöðri og við erum oft með svona smá kafla Trump-fréttir. Og núna í gær vorum við með frétt á því að hann var að gera athugasemdir við Smithsonian-safnið, að þeir var að draga upp allt og dökka mynd af þrælahaldinu. Já. Þetta og það komu forstöðumennir og það er bara mjög erfitt kæri Trump að draga upp einhverja góða mynd af þrælahaldinu. Hann er afnema ákveðna frídaga sem að tengjast einmitt, þú veist, það verða svona Memorial Days fyrir einmitt sögu Svartán og slíkt sem hann er að afnema. Þú veist, hann er að ráðast, þetta er eins hvít, fasísk, svona miðaldra eitthvað, þú veist, afturhaldsmenning sem hann er að koma á með sínu fólki hérna í Bandaríkjunum. En sko talandi söguna, það hafa Bandaríkin aldrei gert upp sína sko blóðugu arfleið og í raun og veru þá held ég kannski mögulega að það sé kannski bara komin tími til að þau geri það og ég held að ef að segjum sem dæmi að Kamala hefði verið kosin af því að ástandið þarna fyrir minnihlutahópa hefur verið hræðilegt og ástand svartra hefur verið hræðilegt og ég held að hefði hún verið kosin þá hefði einhvern veginn hlutinni bara fengið að ganga óáreittir nema núna þá held ég að Ameríka og Bandaríkin verða að horfast í augu við sína fortíð og gera hana upp og ég held að Trump sé í raun og veru þessi svona áhrifavaldur í því máli að ýta fólki alveg að brúninni og mögulega fram að henni þannig einhvers konar sko þú veist, ég veit ekki, þú veist, mér er leiðilegt að segja en þú veist, það þarf bara einhver sprenging að eiga sér stað til að nýtt upphaf líka geti átt sér stað. Þar hendist í hinn áttina. En það er samt sko... Það þarf uppgjör að eiga sér stað allavega. Bara pottþétt, en á sama tíma það sem að margir eru svo hræddir við, sko, er ekki beint Trump, heldur hvað gerist eftir Trump, nákvæmlega það sem þú ert að segja. Þú veist, er þá búið að opna fyrir alls konar annað rugl og bull, skilurðu? Eða erum við einmitt að láta pendulinn sveiflast í hin áttina? Þú veist, hver er að fara að taka við af Trump innan republikanaflokksins? Þú veist, það fá hlutir að grassera núna á þessu kjörtímabili. Þú veist, ég las eitthvað á frétt í gær, það var einhver maður að byggja einhverju nýlendu þar sem bara fólk af ákveðnum kynþætti má búa og má kaupa lóðir og hús. Þetta er svo grímulaust að það næri engri átt. Þannig að hans narratífa opnar fyrir alls konar kjaftið og rasismi fáið að grassera og hvað, þú veist, 4 ár er alveg langur tími fyrir þjóð að fá að halda áfram í þessar áttir allar og mér finnst þetta alveg pínu svona ágefni bara, þú veist, hvað nær hann að rústa miklu? Klárlega, en það sem ég held sko í þessu samhengi þú veist, við vitum ekki hvað gerist og hvernig þetta fer, en ég held að hann er að ganga það langt, hann er að ganga inn á réttindi kvenna, hann er að ganga inn á réttindi minnihlutahópa, að svona venjulegt fólk sem að kannski því er brugðið og það er ekki sammála, þú veist, undir velnum kringumstæðum þá er það kannski ekki endilega að bregðast við, en af því að hann er að ganga svo langt, að hann er að ganga svo langt fram að fólki að hinn kannski venjulega manneski sem myndi ekki mótmæla, allt í hennu segir bara, veistu það, ég er ekki til í þetta. Þannig að af því hann er að ganga svo langt, það mögulega sjáum við fram á að svona fólk sem myndi velnum kringumstæðum myndi ekki mótmæla mun stíga upp og segja eitthvað. En Bandaríkjunum er alveg tvíklofin. Þetta er bara helmingun er bara Trump með hann og hinum minnst helmingun er það ekki. Já, en svo kannski er það að breytast að því að hann með þessum gjörningi þá eru, þú veist, efnahag Bandaríkjanna er að breytast mjög hratt og þú veist. Það er áhrif á almenning mjög mikið. Mjög mikið og fólk, þú veist, og fólk hugsa með buddinni og margir kusan með það í huga. Þannig að nú er sá veruleiki að breytast. Þannig að þú veist, við sjáum kannski þessar tölur. Það er alltaf umgrundur fólki sem er miklu verri en hann líka, miklu meira sko, eins og hann tækur sinn eins og það er. Hann er umgrundur ennþá meira óstæksfólki, sko. Þetta er bara svona almenn jákvæðni að ef þú kúar fólk nógu lengi þá rís það upp. Það er svo þessi. Það sem Björg er að segja að hann fer yfir einhverja þröskulda bara marga í viku og suminni til textunum að gera það eins og viðbröðun okkar þetta er svo ruglað sko. Það er eiginlega engin andstaða nema svona bara pluss. Þetta er geðsútt að getur verið og ef maður hefur trúið að Bandaríkin væri það sem er í dag. Hann gerir þetta bara mörg svona tilfelli í viku og brýtur alla þröskulda. Hvað er marga vikur sen Obama sagði sko, þú veist það bara, ég held að lýðræði þessi alveg hættu í Bandaríkjunum fyrir
verið fórsetið Bandaríkjanna, bara lýðræði er í hættu þar. Það er ekki smá yfirlýsing frá úr þeirri átt, sko. Það kemur mér smá óvart hvað það er mikil meðvirkni ennþá í kringum hann. Þú veist, bara vorum að tala um Og lítil andstæða. Já, hvað er demókrataflokkurinn? Við erum að nefna réttindi vangstir. fólks af ólíkum uppruna, réttindi kvenna, þú veist, Roe v. Wade, allt þetta. Það er bara einhvern veginn, þetta var nú slæmt eða leðilegt, skilur. Roe v. Wade alveg sláðum dæmi. Það magnaða fyrir, sko. einhvern veginn bara... Það henda fólki úr landi á þess að fá að mæta fyrir dómara. Og þú veist, og hann er kandidat til friðarverðlauna Nóbels, krakkar. Það er bara staðreind. Þú veist, það er einhvern veginn bara svona, ég veit ekki, við erum svo eitthvað værikæðir Já, sem var að tilvæmna. Já, þú veist. Það var þannig. Já, ok. Fleiri, sko, en Ok, meðal já. Það var einhver fund, hann kom með svona bréf. Það er galið. Þetta er crazy, sko. Þetta var svo ótrúlegt bara. Þú mætti þetta því, Netanyahu er rektor á bréf og hann opnaði bréfið og Svenni segir hann get ekki lesið, hann segir því ekki eftir að lesa það. Þá gerir hann tekur svona bréfi, vilt þú ekki bara lesa það? Segir réttir hann. Og það er alltaf svona sem réttir hann bréfi sem að lesa það. Hann gerir þetta líka þegar Keir Starmer rétt honum búið til kóngsins. Við lestu út það bara. Og þá las Keir Starmer hvað var í bréfinu. Ok, Ég er ekki sett eitthvað trúna á þetta. Þetta er bara eina söguna sem ganga. Ég er ekki pennavinur Trumps, þannig ég veit það ekki. Nei, ég þekki þetta ekki nógu vel, sko. En hvað, þetta er náttúrulega stórt mál. Er Trump dæmi einhverja hreyfingu eða einhverja breytingu í samfélaginu sem að hefði orðið til ánans? Eða sumir segir það, hann á nú bara 3,5 ár eftir. Já, sko, það kemur eitthvað skárra. Trump hefur lítið bara, ber eitthvað saman við Hitler sem má aldrei gera en það sem má aldrei gert, sko. Það er þetta persónufylgi, persónudýrkun á einu manni. Ef við sjáum einhverja trúarleiðtoga, einhverja nýjar trúarstofnanir í Bandaríkjunum, haldið Trump eins og sé bara haldið Krist, sko, til að fá kraftinu hinn heilaga anda til sín, sko. Það lítur svo, hann er einhver stalli sem að Vance og Rubio og aðrir eru ekki á. Þannig að maður gerir sér vonur að honum gengnum, hvernig sem það verður, þá munu sko hinir litlu ormarnir, litlu púkarnir bítast völdin en enginn kannski hefur sama svona pressans og power og Trump virðist hafa. Hann er mikil eign fyrir þessa hreyfingu. Hann er það. Ég held að það sé að tala að hann giftist þetta einhver vandræðum út af Epstein-skjölunum og svona. Ég held að sé bara að það er ekki þannig. Hann mun býtið allt af sér. Því að hann er svo mikil eign fyrir þessa hreyfingu að þeir mun aldrei fórna honum fyrir Vance eða einhverja YouTubera sem eru eitthvað að yppa gogg við hann. Alls ekki, sko. En það hafa þeir bara mist sín áhrifastöð. Það er svona andmæli Trump, þeir missa áhrifastöðu sína. Missa pening frá sínum velunurum. Það er málið. Þannig hann er sérkynlegt fyrirbrigði. Já, það er óhætt að segja það. En leið alveg klassískur inn í þess er hann. Þorgerður Katrín séu svona sjarma við hann, sjáu þið sjarma? Já, það var ekki henni til sóma svo sem, sko. Það var ekki henni til mikil sóma fannst mér. Ég sé alveg hvað hún meinar. Hann er með, þú veist, það er oft talað um eitthvað svona, X-faktor eitthvað, þú veist, hjá leiðtogum. Hann er með eitthvað svona. Hvort sem okkur líka það betur að vera, það er allavega mín skoðun. Já, ég sé það ekki, Það er eitthvað rosalegur presens sem fylgir honum inn í herbergi. Þetta Bandaríkjaforseta hverju sinni svo sem. En þú veist, þú tekur eftir ef hann kemur inn í herbergi, ég held að það sé kannski meira eitthvað þannig. Ég túlkaði það þannig. Ég upplýði svolítið að hún hefði bara slegið þessu fram til að þurfa ekki að svara einhverjum óþægilegum spurningum eða... Það er nú keppni í því að skella hann. Bara, já. Sleikjugangur í kringur Trump. Það var í svona big data eitthvað með. Sleikjugangur í kringur mann er ótrúlega. Það er það sem er. Það er rosalega verið að dansa í kringum hann. Það er bara... Við sjáum NATO gera þetta og við sjáum ESB gera þetta. Ræðilegt, sko. Það er auðvitað líka bara diplomasía. Þú veist, þú vilt vera í talsambandi við valdamesta mann í heimi, þú vilt reyna að halda einhverjum boðlegum gangandi ef til kastana kemur, reyna að hafa einhver jákvæða áhrif, þú veist. Þannig að maður áttar sig líka alveg á kostunum við það, sko. En svona búlís virða bara önnur búlí, við sjáum bara með Pútín og hann, sko. Þetta er svo búlí, það er hrekkjusvínið úr Hólbúksskóla, heitir hrekkjusvínið úr Fellaskóla, sko. Og Pútín er þá Fellaskóla hrekkjusvínið, sko. Og þá alveg dansar Trump í kringum hann. En við alla aðra þá vill hann bara fá, þú veist, eitthvað hirði í kringu sig, sko, fólk dansar kringum hann. Þetta er búlíismin alveg í sko hnót, sko. Þetta er algjörlega á makróleveli, eineltis nákvæmlega mál á makró-leveli. Og við erum hjörðin sem þarf til þess að
að haldi þjóðamorð áfram til dæmis. Þögn okkar veitir brautargengi. Þú veist, það þannig. Fólk rætt náttúrulega og vikt. Ég spurði ykkur að því að þegar hann bauð sig fram þarna 2016, þá var verið að tala um svona sjarma. Þá fór ég á YouTube og horfði á mörg viðtöluðin og ég bara... Ég sé þetta ekki, sko. Nei, ég náði þess ekki, Nei, ég næst ekki heldur, sko. Með þetta ótrúlega sjálfupptekinn, hann eiginlega hefur alla eiginleika mann sem óbærilega leiðilegur. Tekur undir þetta, sko. Og hvað sagði hamingju suga eða eitthvað svona áðan? Bara góðmenn, sko. Já, sem eins og vitsugurnar í Harry Potter minni og svona. Það sama, þú nefndir Hitler og svona, ég hef verið að horfa á ræður í honum og ég næ ekki alveg sjálf honum, sko. Mér finnst það bara eitthvað kalla garga hann upp í fótunni. Það eru til 2-3 upptökur af Hitler sem hann talar venjulega og það ótrúlegt að heyra að mannin tala bara svona í svona samtali, sko. Til einu upptæku úr lestanvagnar sem hann talaði við Mannheim hérna, sem var hérna í Finnlandi og hersuðingi þar og þá talar hann bara rólega og yfirvega og þú sem að þetta sama maðurinn og við þekkjum úr sögunni, sko. Það er með ólíkjöldum að sjá þennan mun, sko, á 2 mönnum og 2 hérna svona, framsögum máta, sko. En ok, Natalie trúir að þetta gangi tilbaka. En hvað með ykkur? Að þetta gangi tilbaka? Eitthvað leyti, að hann sé svo almenningur í versti Bandaríkjunum rísi upp. Verði betra. Ég ætla hann að trúi því að þetta sé á leiðinni í einhverja sprengingu og úr þessari sprengingu vonandi komið nýtt upphaf. Það er það sem ég trúi því og vona að svo verði. Er það að meina borgarastríð í Bandaríkjunum eitthvað slíkt? Ég veit ekki hvernig framkvæmdin verður en allavega lítur þetta þannig út að þetta ekki að fara að verða betra. Nei. Og ég held að til að eins og ég segi, til að þessi þjóð einhvern veginn geti bara, þú veist, komið tilbaka saminuð af því hún eins og komst inn á, hún svo tvíklofin allavega. Algjörlega tvíklofin að allavega eins og þetta núna, þá gengur þetta ekki upp. Nei. Hversu lengi nær annar hlutin að kúa hinn, það spurningin, sko. Það sem við erum að horfa á. Ég held að þetta muni versna talsvert mikið áður en það batnar. Já. En það sem maður vonar og sér pínlítið vera að gerast í fylkjunum og ríkjunum að þar sé fólk að taka í taumana og standa vörðum gildin og þú veist samheldnina og fjölbreytileikan og allt þetta. Það er kannski það sem má vona núna að fylkistjórarnir svona eins og hérna hann í Kaliforníu. Já, Gavin Newsom, hann greip í... Trump að pröfa áfram hvort það geti sendt þjóðvarleiði á svoleiðis fylki. Já, hann að testa allt. Já. Magnað. Og hann kastar svona, Hann kastar fram. svo þarf hann draga eitthvað aðeins í land og svo pröfar hann aftur og... Það aðferðarfræðin hans, sko. Já, kasta fram svona hugmyndum og allir segja, fyrst og svo gerði hann aftur og þá segja, ég held að hann klókur. Já, eflaust hann það, sem kom hann sem hann En hvað með svona, að ríðast fyrir mér, menn ég var að spyrja þessu, að fyrir svona 8 árum, að þá sagði ég eitthvað sem svo að við höfum mjög skamman tíma til þess að gera eitthvað. Því að við erum að sigla inn í fasisma. Því að þeir sem auðguðist á tíma nýfrjálsíkjunnar munu verja auðsinn með fasisma. Og það eins og við stöndum fyrir fram á svona lyftu og við náðum ekki að stökkva svona inn, að þá munum lokast og hvorki við með börnin okkur og barnabörnin með komast út. Þetta var ég að segja fyrir 8 árum. Finnst þið við hafa lært mikið af þessu? Það voru fáið sem hlusta á mig. Það er greinilegt. Það er greinilegt, sko. Það er svona einhver tilfinning sem að maður hefur, sem að er möguleiki sögunar, þessi. Því að sá sem að nær valdinu, við þekkjum þá að það sem hann er að gera núna. Þú nær valdinu, þá beitur því og þá er erfitt að taka það af þér og ég meina hann er að fara að dæmi úr Orbán og Erdogan og fleira með því að lama háskólana, ná dómskerfinu undir sig, gera lögregluna pólitíska, lögsækja alla óvini sína, helst að hrekja á landi. Dæli þínu eitrinu í öll kerfi til þess að það verði áfram í þjóðlíkamann löngu eftir að þú ert farin frá. Það með ákæra Obama fyrir landráð. Já. Það var hluti einhver spuna til þess að beina aðtekling frá Epstein-málinu, sko, þú veist, þegar hann fór að tala um eitt landráð gegn Obama, sko. Þú veist, hann hefði búin að vera í vanda út af þessu Epstein-málu og þá býra til önnur vandamál til þess að fela þau eins og við tölum byrjun, sko, menn alltaf að fela eigin mistök og eigin klúður og eigin stjórnarhætti með því að búa til svona óvinni eða lausnin annars þar.
það er Mér svona finnst standard. Epstein-máli finnst mér vera svona eitt af fyrstu málunum þar sem eitthvað Það virðist svitnaði aðeins. hann svitnaði Já, aðeins, var já, það jú, ekki? aðeins. Það var svona jálega, ok, hei, hér er eitthvað aðeins nýtt að gerast það, því að eins og þið segið, hann hefur náða, þú veist, hann er bara í einhverjum blautbúningi og hristir allt Já, af sér, sko. nákvæmlega. En það var eitthvað með Epstein-dæmi sem var svona, maður hugsaði, ok, er eitthvað að breytast, þú veist, og ég held að við höfum nú ekki alveg séð hérna endapunktin á því máli öllu, þú veist, þannig að Það er það hrist af sér. Hann har náttúrulega skýristu setninguna þetta. Hann sagði að hann geti skotið mann á Fifth Avenue held ég og komist upp með það. Það sagði það, Hann sagði það. já. Það er bara, hann er með þetta nafn. Herðu, ef að fara hérna heim, er eitthvað, hugguleg, lítil eiga hérna? Ég vil byrja á ákveðri menningarrétt. Dóttir mín Snærós var að opna Já, gallerí hérna með til feminísku hamingju. ívafi. Fyrsta gallerí í sínum tegundum með feminísku ívafi. Gallerí Sind hérna á Hringbraut og það finnst mér bara að vera mjög merkileg og jákvæð frétt. sammála því. Hún var í Geggjað. viðtali hér síðustu helgi. Já, ég sá það mjög flott viðtal og ótrúlega flott framtak. Ég á Já, eftir að sjá flott hjá hérna henni, sko. Rúrí-sýninguna en allt sem ég sé í fjölmjölum bara sjúklega flott. Náttúruafl, sko. Gekkja hjá henni, sko. Flott. Rúrí er náttúrulega svona Rúrí. Já, Rúrí er alltaf bara kanna í myndlist og hennar besta sýning og ég meina allir sem að bara geta velling í valdi að fara og skoða sýninguna og kaupa verkið eða veitna á því og umfram alltaf njóta þessar listar og þessar nýja framtags og það er alltaf gott þegar það eru ljós glætur inn í þessi myrkri sem við höfum verið að tala um hérna núna. Sammála. Vá hvað léttir aðeins stemninguna að tala um eitthvað svona dálítið jákvæð. Eitthvað jákvæmt að koma að sko. Já. Þá ætlum ég að fara bara í menntamálaráðurann. Það er bent á að hann er með þágufallssýki. Já. Finnst ykkur það slæmfrétt eða? Er hann ekki bara að reyna að ná til barnanna? Má ég segja einu sögu? Þágufallssýki mun vinna. Það eru málfræðingar sem halda því fram. Já. Það er verið að spenna tungumáli raunverulega öfugt við það sem er hinn almenna máltilfinning. Þannig ef að þetta er eins og rautt hár mun hverfa, þá er falls ekki mun sigra. Já. Hafið gert þetta? Nei. Því það er eiginlega eðlilegra að vera með þáfallsíki. Er það samt? Já, hitt er bara Ég er nú ekki alveg sammála því. Eru þið að ræða þetta? Já. Því að í mínum hópi er þetta ekki staðreyndin, sko. Nei, ég Ég kannast er ekki nú við svona það. stofna félag þáfallsjúkra. Já. Og þetta er eitt af því sem við ætlum að benda á. Þetta er svona okkar sögutúlkun. Já. En sko, að því þú nefnir unga fólkið, mér finnst það mjög gott komment hjá þér. Ég var nefnilega í röðinni á Subway í gær og þar fyrir aftur mig er ungur drengur með systursni og systir hans er að spyrja, hvað ætlað þú að fá að þinn bát? Og þá segir hann þessa áhugaveru setningu, ekki aska mig. Og ég alveg strax bara, byttur og við. Ég fór hérna í Aska, Arineldur, Askur, Suðurlandsbraut. já, bara hérna Aska, sleikir og viti og svo er Það vitur ekki askaralátið. Hún var að spyrja hann hvað ætlar að fá á þinn bát og hann sagði ekki aska mig. Ég hef ekki heyrt þetta á þessu, bara vá. Ekki Og spyrja þegar mig. þú fyrir að tala um þágufallssýki þá er ég svona eitthvað, þú veist, er Ég var þágufallssýkin stóra málið þegar hérna sótt er að íslensku með, sko, Ég held að sé jafn miklum hættu í dag, sko. En ég var að einmitt aska það, hvort að þið finnst menntamálaráðurann sé lægjan sem er þáfallsíki. Sko, Það sögðu þágufallssýkin ekki, sko. Það sögðu ekki, sko. Þú veist. Og þetta er voðalega gott ef að ráðherrar eru svolítið flinkir í því fæi sem þeir eru yfir, Já. er það ekki? En ég held samt, ég meina það eru svona 5-6 ár síðan fóru að heyra kennara með þágufallssýki, Já. þannig að ég held að eins og þú að þetta bara sé þróunin. Ég held að snúum þessi ekki við, ég held ekki. En ef ekki fagnaði að maður komist svona langt sem er með þáfallsíki? Bendi til þess að samfélagið sé fordómalaust og það er ekki þessar ósynilegu hindranir sem að valda því að við þáfallssjúkir fáum aldrei að verða yfirkennarar. Ágætið svo velmennandi maður en svona maður sem kannski hefur sýnt svona sína hvað var það hans ensku kunnáttu og núna hvað var það þágufallssýkina. Það minnum við svolítið eins og Kennedy sem heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum, skilur við. Þetta er svona menn sem ættu kannski að vera á öðrum stað. Þeir ágætir kannski menn og velmennandi einhverju leyti en kannski væri betur staddir í öðrum störfum til að gera gagn fyrir En þjóðfélag. það er margir sem að rís upp og verja Guðmund Inga alltaf Já, þetta já, kemur upp. já, já. Finnst þér þetta að vera þá svona öfugt snobb einhvern veginn? Ég dæma hann ekki fyrir það en þú veist, þetta er svona, menn eru fulltrúar ákveðna hluta og hvort sem það eru ráðherrar eða aðri leiðtogar eða forseti Íslands eða hver sem er sko, þá verður eiginlega svolítið að vera held ég svona standa uppur
og vera bestur í, eða svona allavega mjög framlega því sem að er í boði. Það er alveg það sem Það er kannski bestur í öllu nema þágufallinu og ensku. Já, það... Núna veistu meira en ég. Mér finnst þetta svolítið gott take hjá Kristínu. Þú veist, auðvitað væri það til fyrirmyndar ef að ráðherrar væri dálítið vel að máli farnir, þeir vinna við að tala og ná til fólks og allt þetta og við erum náttúrulega öll í þessari baráttu bara fyrir tilverurétti íslenskunnar þannig að, þú veist, auðvitað væri æskilegt að þau sem standa í stafni við að stýra þjóðinni væri dálítið svona með þetta þar. En að því sögðu, þá held ég að baráttan sé á allt öðrum vígstöðum heldur en bara þáfallssýkinni, sko. Það eru askar og alls konar. Ég minnst rákur henni, sko. En svo er líka, kannski það er bara gott lag, ég var einmitt að hugsa því að lagið, jólalagið, ég hlakka svo til. Það er ástæðan fyrir því að ég nota rétt persónufornafn þar. Þú veist, ekki þáfallið, sko. Það er bara komið inn í hérna. Þú getur munið þetta lag. Já, bara ég hlakka, þú veist, það kemur bara, kannski þurfum við bara... Þú erum með svona minnismiða inngróin í heilan. Algjörlega. Það er Svala Björgvins. Þetta er þöggsins Svölu, sko. Já, hún bjargaði þessum frasa allavega, sko. Maður er með svona minnismiði eins og Pétur tæknimaður var að segja mér að færa mig til vinstri, þá þarf ég að gera svona. Þetta er hægri, ég skrifa með hægri, þá veit ég þetta er vinstri. Ég get ekki lært hægri og vinstri. Nei, það eru sumir þannig. Sum bara eiga erfitt með þetta. Önnur eru andlitsblind. Það er ýmislegt til, já. Það meinar þau að þegar fólk heilsa manni og maður veit ekki hvað það er? Já, það er bara, þú veist, þau segja kannski, þú veist, ég er bara svo ómanglögg eða eitthvað svo leiðis, en það er skilgreining og það er verið að rannsaka þetta núna með ákveðna andlitsblindu sem að sum hafa og eiga bara þau nota sem sagt hárið á fólki til að þekka það. Einhvern veginn greina ekki andlitið eins og við flest gerum. Já. En er rosa næm á hár í staðinn? Já. Það vex sá þroski og svo fyrir vinkonunni klippingu og það er ekki að þekka nokkuð. Hvað er menn sem ekki með hár? Hvernig virkar það? Þú veist, við erum alls konar. Þetta er alls konar allt saman og ég held eins og þú að ensku áhrifin verði nú takið þetta fyrr. En hvað sér Eiríkur Rögnvalds þetta var? Er það hann sem er að spá þessu? Nei, Eiríkur er slagur. Eiríkur er ekki að skammast út í þetta. Hann var rólegur. Ertu að minna í þágufalls? Já, ég held það nefnilega. Hann var bara, hei, þetta er ekki stóra máli, krakkar. Nei, ég held nefnilega ekki. Má ég aðeins að við íslenskan, því við vorum að tala íslensku á sunnudagi fyrir viku og þá var Snorri Másson þingmaður Miðflokksins og hann var að tala um innflytjendur og hann fór að tala íslensku. Og ég sagði eitthvað svona við hann, ég hef nú ekki trú að innflytjendurnir séu að valda því að við séum að missa íslenskuna og fara yfir í ensku. Ég held að sé einmitt árið eins og þú þetta, Lísa. Þetta var ekki innflytjandi, þetta var bara... Nei, þetta var bara örugglega drengur sem elskar YouTube. Og við lifum alltaf meira og meira inn í bara enskum menningarheimi. Í netheimum. Bara heiminn er svo stórin í tölvunni, sko. En íslenskan er að gefa eftir. Já. Það er eitthvað öðru sér hljómfall hjá yngra fólki. Það komið svona sándar öðruvísi, svo ég slekki nú. Já. Það var að setja meiri pening í íslenskt efni. Kvikmyndasjóður hefur verið tómur í einhvern tíma. Heyr. Það er svona ég elska til dæmis, nú er ný sería hjá Ice Guys. Það er gaman þegar það kemur nýtt íslenskt efni og bara og auðvitað þurfa foreldrar líka svolítið og ég og einn sem er að vera 3 ára og ég passa bara, ég er alveg militant með, það er skjátími heima á mér, ég get ekki ráðið við að banna það, en það er bara íslenskt efni. Það er, þú veist, það er ákveðin smá sigur, veitir, það er bara gæði í mörgu efni til dæmis RÚV og svona. Mér finnst það frábært. Það þarf örugglega að taka stjórn svolítið og þú veist, ég held að foreldrar séu að því þetta, ég held að fólk sé meðvitað þetta, að skammta tíman og velja aðeins efnið. Mjög mörgt barnefni líka bara mjög ljótt, ofbeldisfullt. Þú veist, fólk þarf bara að spá í þetta. Já. Þú veist, það er svo margt leyft í barnefni sem væri aldrei leyft ef þetta væri sko leikinn bíómynd. Hún var í bönnuðin á 12 ára, en ef þetta er teiknimynd, þá má sko falla niður á blokk og þú veist, gera allt, þú veist. Nú minn eins og Tom og Jenny. Já, Tom og Jenny og eiginlega bara mjög... Tommi var í músinu ekki? Nei, Jenny er músinu. En Jenny í lifanda lífi hefði Jenny aldrei komist upp með þetta ofbeldi gagnvart kettinum. Það væri búið að slöfu svo öllu. Það er bara þannig. Tommi sæti inni. Tommi sæti inni.
Það eru mörg vítin að varast. Herðu, frétt innanlandsvikunar var það að Seðlabankinn lækkaði ekki vexti? Var það frétt vikunni, já? Hvar er sleggjan? Nú er allir að spyrja því. Kom það eitthvað óvart að hann gerði það ekki? Nei, það kom engum mál. Nei. Það er hins vegar hefur verið bent á það að við erum með 7,5% vexti í 4% verðbólgu sem að þekkist hvergi í heiminum og Seðlabankastjóri spurður út í þetta og hann sagði bara furðulegt hvað Íslendingar þola háa vexti. Nú tilraun hjá honum. Ég held það ekki. Ég að segja það. Verðið þið varðið við hátt vaxtastig? Já. Þið eru það fólk á jörðinni sem borgar hæstu vexti. Maður með sína lán á íbúð og annað slíkt. Bara heldur betur, hver mánaðamót. Það er bara allt viðbjóðslega dýrt hérna og já. Já, ég meina, verðlagið er hátt en verðbólgan alltaf hún er lægri, hún var 10% í fyrra, samtímum fyrir það ekki. Hún var hvað 4 sagður? 4,2% spáði Seðlabankinn. Það er lítið atvinnuleysi og það er í verðbólga hefur meira en helmingast, þannig að það er margt jákvætt í þeim málum, en auðvitað náttúrulega er vaxtastigið hátt, vissulega. Þið finnir fyrir því? Já, ég meina, fólk er bara farið að sækja gröfur út í næstu garða og ná bara ná í hraðbanka til að hafa fyrir von í sig og ná endur saman. Þetta er bara vaxtaumhverfið, maður bara sér tenginguna. Það er hækkandi verð á matvöru. Já, það er nefnilega matur hækka mikið og leiga hækka meira. Ég hafði fyrir því að reikna neysluvísitölu lágtekjufólks sem eyðir 2/3 af tekjunum sínum í húsaleigu og 1/3 í mat á jafninu öðru. Það er 9% verðbólga þessu fólki. Þó þessu 4% verðbólga hinnum. Þannig að með þetta með að hafa í huga þegar það verið að tala um verðbólgu. Og stakkar þennan þátt í vísitölunum veru. Já, það mætti bara vera sér vísitala lágtekjufólk. Þú stakkaðir leiguþættinni þegar þú varst að reikna út þetta dæmisennst. Já, stakkar þessi hlutfall. Ekki flókir út í hug, bara 2/3 er 11% hækkun á húsaleigu og 1/3 er 5% hækkun á mat. Það gerir 9% hækkun. Þetta er það sem að til dæmis öryrkjar lifa við, en þegar það verður hækkað örorkulífeyririnn áramótið, þá verður það bara miðað við 4%. Það er bara einhver samræmi við raunveruleika sem þetta fólk lifi við. Nei, það er alltaf vandamála við mjög margt hvort sem það eru starfslaun listamanna eða leigðana slíkt að kostnaðurinn er bundinn við vísitölur en ekki í tekjurnar. Það skilja styrkirnir, það skilja eftir. Þannig að verður þessi munur, raunmunur. Já, og þetta er náttúrulega bara mjög bagalegt sem vorst að segja. Að þetta bitni verst á þeim sem eru kannski á leigumarkaði mitt og fólk og öryrkjar. Þetta er náttúrulega bara rosalegt. Þessi leigumarkaður er algjörð vilt að vistu, sko. Og þá víða í heiminu þá bregst fólk við með því að setja leiguþak. Það bara má ekki. Já. Það er ekki gert þér. Var ekki Efling að kalla á einmitt á hömlur á Airbnb húsnæði og leiguþak? Og gera náttúrulega mjög lengi, sko. Já. Akkurat. Herðu, allt annað Seðlabankastjóra og þá er forsetinn að vera að mæla ánægju með forsetann. Höllu Tómasdóttur. 52% eru ánægð með hana. Já. 14% eru ekki ánægð með hana. Hinn er með sama. Er þetta nýlega könnun bara? Alveg glæning bara. Já, ég hef ekki séð Höllu. Er hún í sumarfríi eða er hún? Nei, hún var eitthvað stær í fréttum í dag. Hún var í fréttum í dag. Ég er bara mjög ánægð með Höllu. Bara taka það fram. Þú ert ánægð með Höllu? Já, mér finnst bara að standa sig vel. Réttur meiri hluti þjóðarinnar. Já. Það er sko, þeir eru að bera þetta saman með Guðni, saman tíma eftir ári embætti var hann með 81% og þetta var svo mikill munur og þá spyrir maður, ég menna, var Guðni kannski ekki bara svona rosalega vinsæll? Hann var svo, naut svo mikill hilli meðal alþýðu fólks og annarra hefur hún gert einhverja glóríur, jú, einhverjar skiluru, hún er að læra, það eru byrjindamistök og slíkt sko, en kannski bara eru að bera hann saman með svo rosalega vinsælla forseta, það bara er eftir að vera í samanburði. Hins vegar, hefur rýndi með, þegar maður skoðar svo tölur, þá er svolítið áhugavert að Halla lítur mestra óvinsælda meðal Reykvíkinga við höfuðborgarbúa á tekjubilinu 1.000.000 til 1,2. Og hver eru þar á því bili? Það er svona mentað fólk í góðri vinnu en ekki auðfólk. Þetta er svona akademist fólk sem er kannski í góðum störfum
það hefur minnsta trú á Höllu sem Það er einn hópur sem er pirraður út í hana. já. Það er hérna svona intelligensjan sem þetta. hefur alltaf Já, já. fengið svona allavega neitunarvald hver fær að vera fórseti, nema núna. Kannski Þannig að þetta er fyrsti fórsti sem intelligensjan hefur ekki blessað. rétt rúmlega miljón er í opinberum störfum, er í ágætisstörfum, þú veist, með rúma miljón en ekki yfir 1,2, þú veist, er það eitthvað þar. Þetta er mentað fólk með langskóla gengið, sennilega svona frjálslynd, Mikið mentakapital. margt að Menningarkapital. sko, en það finnst var ekki farið í menntunarstig í könnuninni, sko. Þú veist, það var bara sko tekjubilið og landfræðileg staðsend. Hún er vinsælust sko hérna þarna með þess að tekjuháa hóps og á Austfjörðum. Mér vinsælt það sko. Á Austfjörðum? Austfjörðum, Já. Akkur veit ég ekki sko. Þetta er hérna Þetta er könnuninni. Einmitt, Þetta sjáu þið reyndar hérna ég dró svona punktalínur hérna niður. Og þannig að það sjáu að Halla er eiginlega með sömu stöðu og Ólafur Ragnar. Já. Sínum tíma. Og þú nefndir hérna Guðna sem að náttúrulega engar héður maður. En það má segja að hann hafi líka notið þess að koma á eftir frekar óvinsalega forseta. Sem er kannski svipað og ríkisstjórnin núna sem er í miklu meðbyr því fólk er svo guðs lifandi fegið að sjálfstæðisflokkurinn er ekki við völd. Þú sér að Guðni er vinsæll allan tíman sko. Þú veist, hann er Já, sama mjög. fylgjenum frá upphafi sko. Og svo kann hann að hætta á toppnum, Já, sem er nú já, listgrein sem að fáir hafa tilengað sér. Þetta er maður eiginlega engi kann. Nei, en Halla, ég tek svolítið undir með Natalie, mér finnst, ég elska að hún sé að tala andlega heilsu, unga fólkið og þú veist bara, hei, ef að kannski að horfast í augu og tala svolítið saman. Bara íslensk þjóð þarf að heyra þetta og taka þetta dálítið inn. Þú veist, það er þessi hérna, hvað ég var að segja, markaðsvæðing forsetaembættisins sem ég held að sé að fara þveröfugt ofan í menntadeildina og er ekki að, hérna, kannski... Hún er að gera eitthvað beitingar á skrifstofunni þar sem eru svona færindi meiri viðskiptaátt og það er eitthvað hluti sem eru blíkur á lofti sem við þurfum að fylgjast betur með, held ég. En hún talaði svolítið friðarmál í kosningabaráttunni. Mætti hún ekki vera bara harðari gagnvart Gaza og er ekki fínt að fórstu sér svolítið mótvæði við ríkisstjórnina? Ég meina Ólafur Ragnar leyfði sig það að vera með svona sína eigin utanríkisstefnu. Hversu pólitískt á embættið að vera? Það er nú spurningin. Ég myndi allan að fagna því að Halla forseti sem að ég efast ekki múin að eigi eftir að gera, kannski við mist af því. Kæmi með svona klút. Já, skiptum klút. Nei, hún hefur sína klúta bara. En sko tali, við erum með sko fjölmarga Íslendinga sem búa hér, hafa komið hingað frá Palestínu og eiga sko stórfjölskylduna sína í þjóðarmorði og ég sakna þess að heyra að Halla tala ekki til þessa hóps okkar, landana okkar sem eru, sko þeir líða vítiskvalir hérna. Þetta er stór hópur, ég veit ekki hversu stór. En þú veist, þarna sé ég Halla mætti stíga svolítið fram og sinna þessum hópi að sína samkennd, þú veist, við erum hérna með ykkur og hérna, veit að kannski einhverju þannig umræðu brautargengið mitt. Þá verði Hannes Hólmsteinn og félagar alveg brjálæðir. Já, er það eitthvað nýtt? Eða þú veist? Kannski. Ég meina, þú veist, getur maður alltaf gert alla ánægða? Eigum við ekki að standa með þeim kúu? Það er svona ákveðin ógn í samfélaginu. Það er ekki gott að fá Staksteina, Morgunblaðið og það lið allt saman á bakið, sko. Ertu að meina að Halla sér hætt við það, eða? Þetta verið. Já, en ef maður er forseti verður maður ekki að tala við alla hann sem búa hérna. Já. Og alveg eins og við sinnum þá þeim sem að lenda, þú veist, við tölum til þeirra sem að ættingja og þess bæjarfélags að vera snjóflóð eða skriður og nú erum við hérna búin að taka inn flóttafólk sem að býr hér og kom með sinn tilveru rétt hér og er partur af okkur og á bara hátt í alla fjölskyldunum sína, kannski fyrir utan börnin sín sem eru hér, foreldra, systkinabörn í þjóðarmorði sem að er bara, þú veist, svolítið einstakt núna. Og kannski er Halla búin að tala til þess að hóps. Eins og ég segi, ég sé ekki allt sem gerist. Þessi barátta var svolítið áberandi þegar samstöðutjaldið var niður á Austurvelli. Það var fólk að berjast fyrir því að fá fjölskyldusameiningu til þess að fá fólkið sitt tilbaka úr hryllilegu ástandi. En þá voru nú bara stjórnmálamenn sem töluðu um þetta að vera hryllilegt að sjá þetta. Já, og það var bara hryllilegt að hlusta á það. Lítir á Austurvelli að hafa hérna fólk sem er að berjast fyrir lífi fjölskyldu sinni. Já, ég hugsaði, af hverju labbaðu ekki út og tala við fólki, hvert er erindi? Það gerði það enginn. Ég veit ekki til þess, en ég veit ekki allt. En þú veist, mér fannst það, þú veist, af hverju eru við svona? Ætlum við að vera einhverjum stalli? Af hverju tölum við ekki við? Það er greinilega eitthvað að hjá þessu fólki. Af hverju labbaðu ekki út og spyrja? Þú veist, hvert er erindi? Þú veist, getum við leyst þetta? Þú veist, bara eins og í morgun. Ég fór í fyrst skipta mótmæli í morgun, að því var nú hérna fyrir sunnan. Og ég náttúrulega horfi alveg, ég er vön að greina hérna minni líknarhjúkrun og fjölskyldihjúkrun heimahúsum, greina alls konar aðstæður. Ég var alveg í því svona að reyna að greina.
og það sem ég fannst bara, ég ætla ekki að trúa því við notum ekki aðleinganginn. Hvað er í gangi? Þú veist, akkur koma ekki bara út af fundi og það er mér þessi girðing fyrir. Þú veist, akkur koma ekki bara þar? Akkur eru að skottast þarna út einhvers þar bara, þú veist, og hlaupi í burtu og það einhvern veginn ég hugsaði bara, vá, þau náttúrulega skamma sín bara. Þú veist, þetta er óþægilegt auðvitað fyrir þau. Auðvitað langar þau allt sé betra og þau langar að standa sig í þessu. Og við þurfum einhvern veginn að reyna að gera þetta saman. Og hluti af því að þeir sem taka ákvarðanir mæti fólki og standi við þær ákvarðanir. Nákvæmlega. Ekki að vera að læðast. Já, ekki að læðast og ekki að skamma sín svona maður þurfa að fara út bak þeirra megin. Þú veist, bara feysi okkur sem erum þarna og ég dáist að þessu fólki sem fer þarna skipti eftir skipti að mótmæla og minna á hvað er í gangi. Það er alveg auðvelt að gleyma því ef maður hefur þörf fyrir að gleyma því. Þannig að þetta er einhvern veginn, þú veist, við erum í þessu saman horfumst í augu einmitt eins og Halla segir. Ég er svo sammála öllum með margt. Og tökum hennar bolta saman einhvern veginn. Þú veist, Alþingi, þú veist, það er bara þögn. Það er bara þögn gasa. Sigmundur Ernir tók eldræðu. Hvað gerði svo? Var það niður í honum eða fékk hann að kvefa og flensu og hefur ekki heyrt síðan? Nei, þú vitið, þetta er svo skrítið. Það heyrist bara ekki múkk þetta mál. Jafn alvarlegt og það er. Herðu, kannski vestafréttir innanlands var að það er leiðbeinandi á dagheimili í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa brotið gegn barni í kynferðislega. Kannski ekkert þetta mál að segja. Bara hræðilegt mál og harmleikur og þetta er bara versta martröð. Allar foreldra og allra sko. Maður hefur ekkert að segja vegna að það er svo margt að segja sko. Það er svo hræðilegt bara. Vonandi komið í sinn farveg sem betur fer búið þannig hér að við höfum farveg fyrir svona mál. Við erum ekki gæsluvarðhaldi þessi maður ég segi það. Þetta er svona komið í lagalega farveg. Já, og einhvern veginn kannski þurfa endurskoða þegar svona kemur upp lítur að þurfa að endurskoða svolítið verklagsreglur. Mér skilst að hafa brugðist við allavega hratt við, það er allavega komið eitthvað mál í farveg innan stjórnsýslunnar þannig að þau þurfa að koma með einhverja niðurstöðu í lok október skilst mér en þetta er náttúrulega bara algjörlega hryllilegt og bara allt svona mál náttúrulega bara. Já, þú veist, og þetta eru börnin og þetta er bara, þú veist, þetta er rosalega viðkvæmur hópur og mér finnst bara kannski eðlilegt að, þú veist, það sé athugað mjög vel starfsmannaliðið á hverjum stað fyrir sig, hver er að sinna okkar, sko, dýrmætustu bara þjóðfélagsþegnum, sko. Nákvæmlega. Ég las eftir konu sem hafði lært í New York, 8 barn, að þar voru verklagsreglunar þær að engin starfsmaður má vera einn með barni. Já, er það ekki kannski bara allt í lagi eða? Jú, að mér skilst að það sé nú svona megin reglun hér í leikskólum en við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta dæmi á sér stað sko. Er það samt fara 2 til að skipta á einu barni á síðis eða þú veist? Já, ég veit ekki. Það er þannig í New York því miður að þá fellur niður þessi tími að því það var einn veikur og við höfum ekki mann til þess að fara með í þetta, það er bara hægt það er bara þannig, það má aldrei starfsmaður vera einn með barni. Mér finnst bara einhvern veginn bara ég held á einhverjum tímapunkti þurfum við þessi samfélag bara að koma saman og spyrja okkur hvernig samfélagi viljum við búa í, þú veist. Eitthvað getur sagt sem viljum búa í samfélagi sem við vantristu hvort öðru svo mikið að það með enginn vera einn með barni. Getur ykkur sagt. Já, en á sama tíma er það bara staðan virðist vera og þú veist ég veit það ekki, ég ætla bara að segja sem minnst en allavega þá er þetta bara hugminni hjá bara foreldrum og þú veist bara börnunum, þetta er náttúrulega bara algjör hryllingur og þú veist svona ági að geta gerst það því að þú veist foreldrar er að treysta þú veist setja börnin sín í gæslu og treysta því að það sé í lagi sko, þannig að þessi hlutir eiga og verða að vera í lagi af því að fólk verðist ekki verið í lagi allt fólk, þannig að það þarf að vera en þetta er náttúrulega tengist auðvitað umræðu mönnun í leikskólum, þú veist, það hefur náttúrulega lengi verið einn af stóru þáttunum sem hefur bara ekkert verið leyst úr þú veist, er bara þú veist, já, það er svona einn hluti af vandanum í Reykjavík allavega að þú veist, og þá velti maður því auðvitað fyrir sér, þú veist, að það er alltaf verið að reyna að auka hluti faglærðra, nú þekki ég ekki alla staðreyndir í þessu nákvæmlega máli, en þú veist, maður velti alveg fyrir sér, ok, verið að drífa sig að manna
þannig að þú getur haldið leikskólanum í virkni og gangandi og opna dyr og allt það, þú veist. Þetta eins og þú segir, Natalie, þú veist, þetta verður að vera gjörsamlega lási og verður að vera í lagi og við verðum að geta treyst þessu, að því ef að traustið er farið þarna, þá er bara rosalega mikið farið, sko. Akkúrat, það þarf að mæta þessu algjörlega auðmýkt frá grunni og hlusta á foreldrana, bara byrja á því. Að hvað leyfa þeim að tjá sig og koma sínum harmi tengt þessu á framfæri við rétta aðila og vinna svo út frá því. Þetta var frétt sem að blessunarlega er ekki oft í fréttum, en það var önnur frétt sem er alltaf í fréttum. Það er strókulaxar gangi í ár. Ég var nú í vikinn, sko, það er svona alltaf tvær, ekki fleiri hliðar í því máli, en sko, það var þetta fá einhverja norska kafara sem eru atvinnumenn í því að elta laxa. Þeir vinna á það á hverjum degi í Noregi að sko, eins og lýstandi fara og nána og synda semst niður ána, finna einhvern hil og bíða þar með spjótbyssuna sína eftir einhverjum löxum og til að tjekka hvort þetta séu eldislax eða vilturlax, sko. Þeir vinna þetta sko í fullu starfi. Mér varst það eitthvað svo hilarious, þú veist, eitthvað svo fyndið við það, þetta var fullri vinnu við þetta, þessi laxa eldarar, þú veist, var að elda fólk hérna, elda laxa hérna í norsku má og síðan flög með að hinga þetta gerir, sko. Það var alltaf önnur hliðin. Heil hliðin alltaf, þarna eru villtir vatnastofnar, ferskvatnsstofnar í hættu og er enn einn rökin fyrir því. Við erum nú margar að setja allt svona eldi upp á land, allt fiskeldi verið landeldi. Mér finnst það rosalegur sofandi háttur. Það var þarna stórslys fyrir 2 árum og sá ferill líkist dálítið þessum ferli sem við erum að upplifa núna og hann Jóhannes, meistari með gráa hárið bara sjómlana í þessum fræðum hér. Nei, hann segir bara, herðu, þetta byrjaði svona 23. Þá fengum við þarna einhverja örfáa, þú veist, þarna á Vesturlandi, ánum þar, svo komu stóru göngurnar. Norsku fangarnir segir þetta sama, sko. Já, svo koma stóru göngur strókulaxana eftir nokkra vikur. Þannig að það scenario gæti verið svona að malla undir og svo fáum við skellin bem. Þannig mér finnst rosa svona sofanda háttur hvernig að díla við þetta. Það er bara sagt, hei, krakkar, þetta er bara 3, verið róleg og svona. Herðu, nei, ég ætla ekki að vera róleg, þetta er bara rosalega bara náttúra Íslands er undir. Hvað er á okkur? En var ekki sagt þá eitthvað, já, við erum að skoða verklagsferlana og eitthvað svona, var það ekki sagt allt þetta dót? Pottet. Hljóma sem kunnulegu frasi. Við ætlum að skoða alla ferla og en þú veist, það er hægt að rekja nákvæmlega. Það komið ljós að það var stórt gat þarna í Dýrafirði. Já, og það er hægt að rekja, já, þeir eru þaðan, það kemur ljós, en það er hægt að rekja nákvæmlega hvaðan strókulaxarnir eru. Þannig að ég bara, þú veist, mér finnst það að vera ákveðin forsenda fyrir því að það sé bara hægt að gera þá þau fyrirtæki ábyrg. Alltaf að borga fyrir laxafangarana. Já, ég meina, mín fjölskylda nú hluta í laxaðadal og þetta er alltaf bara stórkostlegt vandamál. Ég meina, það er minkandi veiði, það er meiri hætta af þessari blöndun og þessir eldislaxar eru bara mjög hættulegur og ég skil ekki af hverju þetta er svona flókið í þessari, eins og Björg segir, sko, í þessari litlu og viðkvæmu náttúru. Ég ætla að gera eitthvað í þessu. Það er ólíkindum. Bara gríðarlega mikilvægt. Þetta er bara hömlur á fyrirtækinu og þú veist, já, þau græða aðeins minna en þú veist, þau bara mega vel við því. Bara þannig, sko. Það er svipamál, það er oft vísað í strandeldið, að það sé svipað að fara að gerast í sambandi við vindmyllur, að það er svona hleypa þessi í gegn og svo eigi að kannski setja einhverja reglur eða læra af reynslunni þegar þetta allt komið upp. Það búið að opna fyrir í Barðaströndinni. Þetta er auðvitað bara baráttan landið. Já, þessu 4 vindmyllugarðar í Borgarfirði á leiðinni. Já, til skoðunar. Það var náttúrulega hittafundur á Hvanneyri sem ráðherra mætti á. Það var bara flott hjá honum að mæta og ræða við fólkið. Og þar segir hann svo sem að það verði ekki tekna bindandi ákvarðanir nema að forgengnum einhverjum umræðum sem mér finnst bara sárlega hafa vantað á Alþingi, talandi stefnur, hver er framtíðarsýnin varðandi þetta? Það er síbylja að það sé orkuskortur hér í landinu en þú veist, ef þetta er svona alvarlegt vandamál, akkur er þetta þá ekki til umræðu á Alþingi bara á miklu einhvern veginn stærra leveli finnst mér. Og ég svo hugsa maður einmitt til, þú ert að tala um að þið þú veist, hlut og eitthvað hlunnindi og veiðrétt og svona, bara rosalega margir bændur sem ná að vera bændur í þessu landi og sjá okkur fyrir mat og matvælum vegna þess að þeir hafa einhver hlunnindi af laxveiðum og þetta býr til alls konar störf sem að gervigreindir getur ekki sinnt og þá er ég að tala um búa rúm og elda mat og allt þetta, skiljiði. Þannig að þetta er bara rosalegir hagsmunir í húfi út um allt land og mér finnst þau vera útrúlega værukær. Ég verð bara að fá að segja það. Með vindmyllur. Hvoru tveggja?
bæði vindmjölunar og lagseldið. Og hvað eru þið Ég sko, vindmyllunum það kemur alltaf þessi hreina orka, ekki hreina orka versus hitt sko, náttúra spillist út af sjónmengun, hljóðmengun og annað slíkt sko. Svo þetta er svo ótryggt rafmagn, það er bara 40% af tíman sem þetta er að framlega rafmagn. Jafnvel í svona rókrass eins og við búum í hérna á Íslandi sko. Það getur verið ómikið rók. Já, það er mjög servitraf. Sko. En hins vegar sko, þú veist, við viljum hreina orku, við viljum ekki virkja fallvölduna of mikið, en þetta er vandamál, þú veist, hvað er hóflegt, hvenær, hvernig, hversu mikið og hversu mikið eru tilbúin til þess að, eins og Björg segir, sko, bara frá landið, hversu mikið eru tilbúin til þess að forna og hverju og fyrir hvaða hagsmuni hverju sinni. Hvernig tökum við það ákvörðun? Algjörlega. Nei, við erum nú að reyna að þykjast vera eitthvað ferðaþjónustuland og ferðaþjónustan orðin hérna mjög mikilvæg stoð bara í okkar hagkerfi og atvinnulífinu. Eins og stærsta. Já, bara eins og, bara 1 af 3 eða eitthvað. Við erum að selja okkur sem grænt, óspillt, hérna fallegt, náttúrulegt land, en við erum samt alltaf aðeins að fara inn á svæðið og taka meira undir hérna virkjanir eða hvað það nú er, skiljum, þú veist það þarf bara að skoða þetta í ykkur heildarsamhengi og það eru þetta bara hérna landsmenn og stjórnvöld sem þurfa einhvern veginn að taka bara svona alvöru umræðu þetta, finnst mér sko. Natalie, ert þú með vindmyllum? Sko, ég er ekkit endilega mikið búin að setja minni í vindmyllumálið, en ég er allavega mjög sammála því að það þurfa að verja villta laxastofninn og ég fór nú bara vinkonu mín, Gagga Jónsdóttir sem hún kom hingað, gerði mjög flotta mynda sem að er verið að fylgja eftir kvenleiðsögumönnum. Í Laxá Já, akkurat, æðisleg mynd og það sem er svolítið verið að fjalla þetta og þetta er ekkit nýtt mál eins og Björg og Sindri voru að tala að þetta er búið að vera í umræðinu mjög lengi en það er ekkert gert en það er alltaf eins og það hefur sagt þessi sofandaháttur á þannig að en þetta er rosalega mikilvægt og ég vona einhvern veginn bara að það leysist á einhvern farsalan hátt en þessi eldislax, ég meina svo skil ég ekki, þú veist hafið þið borðað eldislax, þetta er rosa feitur og þetta er ekki sérstaklega bragð feitur afsengulur og hann er ekki þessi bleikur og horfaður eins og viltilaxin er sko. Já, þannig ég skil ekki hvar eru hagsmunirnir þarna og hverjir, þú veist já, þannig að er þetta hagsmunir Fólk borða kjúklinga sem eru svona eins og Já, þeir við eru erum ekki að verja villta kjúklinga ég er bara móti því Íslenska hann getur komist inn í árnar og blandast eða mengað Ég er að tala að fólk borðar bara að það er ódýrt Ég er ekki móti eldislags í slíkum bara, þetta þarf að landeldi til þess að koma veg fyrir svona hluti sko. Ég myndi ekki borða, ég borði ekki eldislags þótt og þú myndi gefa mér hann Ég borðaði eldislags nefnilega í gær það er keypt hann í Bónus og það er stærsti hlutan í Bónus er Samherji og þetta er af landeldinu hjá Samherja Þetta er með á mig að leiðin heim Hvernig líður í dag? Ég er þetta er ekki þetta er bara Við sáum bara fyrir þáttarins ég veit það Ég var leiddur leiddur þetta inn Ég er búin að mynda svo mikið af skoðanakönnunum og Björg var að nefna túristana það var könnuna sem sagði að 71% landsmann er mjög ánægðir með bara túrismann það hefur aukist úr 66% fyrir það, mér komið þetta óvart mér fundið svona í sumar verið að byrja að finna fólk verið að vera ansi leitt að þessu Þetta kemur líka úr þessar tölur, sem ég segja það Þessar tölur komið líka úr, ég er að segja það Þú ert í 101, það er svolítið mikið að túrista þar. Já, það er mikið. Og skrítið fólk. Ég get ekki lagt mat á það. Það komur einhverja nýjar borgir í Bandaríkjunum eitthvað. Ég hef aldrei séð svona fólk eins og verið að lögja. Býttu, hvað meinar Það er bara einhvern veginn Getur útskýrt þetta Ég vil vita meira þessa sko. Ég bara hef ekki séð svona þessa tegunda fólki. Flóran er breiðari. Það er eitthvað öðruvísi. Annarkvort er þetta er þetta orðið ódýrara og það eru komin einhverjir stærri hópar sem koma hingað eða bara var opnað í einhverja svona miðvesturíkin þar sem ekki hafa komið. Ég man að heyrum að bandarískir túristar hringi undan sér og segja fá hótelið slíkt, ég kýs ekki Trump. Þú veist, segja það er að óttast að það gera aðsugur að því út af Trump og því, þannig að það hringir í ferðarþjónustan og segir ég kýs ekki Trump, ég vil taka það fram. Getið veitt með þessa þjónustu, getið veitt með herbyggi. Þannig að Bandaríkjamenn er mjög meðvitaðir sumir hverjum það að þeir eru ekkert vinsælli núna heldur en þeir voru áður, þó síður sé.
Þannig að þetta er svolítið áhugavert, sko. Ég held að fólk muni sækja hinga áfram bara í einhverja kyrðu náttúru líka Og bara og óbyggðir og eitthvað Svalan. Svalan, Hér er ekki það eykst líka. hitabylgja. Já, nei, einmitt. Og við fórum í Aldeilis smá ekki. ferðalag fyrir norðan í daginn og fórum á Þetta er hérna út á Aldeilis Langanes, ekki. tókum Melrakkasléttuna á Langanes og því liggur bara friður og því líkt dásanlegt að vera þar og fara svo og gistum á Ytralónið hérna Langanes hjá Miriam og Sverri og borðum lambasteik kvöldið Já. og hérna með bandarísku manni sem kom í Laxveiði og var þarna með ungan gæt sem hafði þá sem tekjur af því að fylgja honum og veiða með honum og hjálpa honum að veiða. Þannig að þetta er bara svo ómetanlegt, þetta land sem við höfum og gusturinn okkar hérna, góði, sem kælur okkur niður. Það var nú alveg blés alveg á Langanesi, sko. En ekki í Reykjavík, ég held að það hafi verið 4 dagar núna í röð Já. þar sem hann var logn. Já, Það hefur ekki það gerst. er gaman, Það er ekki gerst mína tíð. það er gaman, það er komið logg. Já, Logn í er Reykjavík. ekki stundum logg. Það er stór svið. Stóra dag í röð, logn í Reykjavík, það hefur bara aldrei gerst. Nú er það ekki. Ég horfði á trén hérna fyrir utan og það bara haggast ekki laufin. Það er heimsendir í nánd, við sjáum það er alveg ljóst, það er heimsendir í nánd. Er rithöfundurinn að tala eða Lognið kemur fyrst, Já. svo kemur stormurinn. Já. Alltaf logn og Akureyri þið vitið. Logn undan storminum. Það er reyndar Gísli Einar segir það er bara daginn áður. Hann segir það var alltaf gott viður í gær Það er þegar eitt hann sem kemur. að Akureyringum hefur tekist að þegja yfir að þegar klukkan er svona 5-leitið þá sogar fjörðurinn inn kaldan gust yfir bæinn Já. og það er einn blettur hann í listigarðinu þar sem að maður er í skjóli fyrir þessu en þeim er einhvern veginn tekið, ég er alltaf hissa þegar þetta kemur af því að þú veist, Akureyringi er búið að segja mér frá þessu Ég held að þetta komið að segja fyrr. Já, það. Hafgólan, Já. það held ég nú. En þeim hefur tekist að, þú veist þetta ekki, úr 101, þessi frétt hefur ekki bórist þangað Hafgólinn á Akureyri Nei, það er rétt. Ég var ekki með Það þetta er- Háskólann á Akureyri. Það er bara svo hárrétt hjá skjólgott þér. samt svo víða. Ég til dæmis keyri á Svalbarðsströnd, ég býð þar. Já. Ég fer út í vindi og ég fer út í skjóli við Sjúkrahús Akureyri. Það er ótrúlega skjólsæll bær. Það verð ég nú bara Akureyri? að segja. Já, já. Og Akureyringar segja, ó, svo aðeinslega að búið hjá þér, þú ert með útsýnið. En ég segi bara, já, ég líka með Háskólina, meira en þau. Þú veist, og svo komaðu í heimsókn til mín og alveg hissa bara, hvað voðaleg hvastin er að hversa svona? Ég segi, nei, þetta er búið að vera svona. Þannig að Akureyri er náttúrulega stórkostlegu bær að búi og þar er lægri leiga en hér, bara, svo En hún er þið í það ekki Já, já, hún er það, en þá getur maður líka farið á Raufarhöfn og Kópasker, ég fór þangað líka. Þetta eru ótrúlega friðsæli staðir og fyrir rithöfund að koma svo út á landan og slæja og svona, þú náttúrulega hef gerir það. skjól fyrir norðan í Þú hefur aðaldalum, það. þannig að ég Já. hérna. Það er Mér finnst dásamlegt. Flytjum ekki til Akureyrar, sko. Bernusósuna. Bernusós, Já. hvað segir þið? Er ekki, Akureyri svolítið heimabær Bernusósunar? Mér finnst ekki minnast á hana. Nei, ég veist að ég náttúrulega er frá Svalbarðsströnd, þannig ég veit ekki alveg. Já, ég skil. Nei, ég veit Hákóla ekki. bernisósa. Er það Bernusósa pulsur þá? Bara allt. Ok. Og ég fagna því. Þessi þetta Ok, hún er góð. rauðkálapulsu Já. Alls konar tilvæmir. og vatn í ísinn, það er kallað brynjuís Já, það er einmitt. Já, þetta vatn í hann já, það er það þannig. Já. Það er komið hingað, það er hérna hægt að fá Já, það er brynjuís hér í næsli hverju ísbúð Já, það er bara dásanlegt. Herru, það er helgi framöndan og það er bara góð helgi ekki, það er ennþá sumar Jú. Jú, tæknilega séð. Já. Vitið það, ég held að við getum sumar? ekki kvarta yfir sumrunu. Nei. Vitið það, Betur en fyrra talandi um þá. Betur en- jákvæða Já, hluti, já, betur er en þetta ekki fyrra. búið að gegja sumar? Mér finnst það. 4 lockdagar í röð Ég það segðu. er ekki gest áður Segðu. Hvernig var þetta? Ég man ekki eftir þessu. Hvernig það var þetta? var bara komið vindur núna en það hafði verið logn í Reykjavík mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag Gott fyrir fyrir þetta, já. Já, ég er mjög létt viðminnin, en 4 dagar rauða logni og það er sjálfgæft. vorið komið held ég bara 3 eða ekki 4 vikum fyrir núna heldur en áður Já, það er alltaf global warming á hrifin, sko. Já, var hitabylgja í mæ, munið. Já. Það var rosa. Þess vegna horfi Það ég var á alveg trén dásamlegt. hérna Sumrið var mun betur núna heldur en fyrr alltaf, það er mjög vont í fyrr. Ég sé fyrir mér trén hérna fyrir Já. utan séu hangandi þarna og séu byrja að hugsa byrju, hvað er ég að halda lengi á þessum laufum að þið komu sko 4 viku fyrr Já. Komum snemma, þannig að maður sér það alveg á þeim það er eitthvað öðruvísi í ár en áður Já. En það er auðvitað bara menningarnótt á Já. Morgun, menningamorgun. Og já, einmitt, rosalega mikið, ég var aðeins að skoða, það er bara svo mikið í boði og það er greinlega gróska og líf og þú ert örgulega að fara að spila eitthvað. Alls ekki. Nei, ok. Ég ætla bara að fara á myndlistasýningu hjá honum Tolla. Það er opnurinn í Þölu í Hafnatorgi. Og Rúrí. Og Rúrí, Já. beinlega Hafnatorg, Rúrí og Syndgalleri og svo ætla ég bara að halda mig heima. Þetta er
Nei, ég ætla í eitthvað svona garðsölu og svona, ég fer meira inn í hverfið mitt þegar ég kann að meta það meira á menningardegi. Mikið fólki náttúrulega, Já, mjög mikið af fólki, en þetta er bara Mjög býnir í bæ. aðstæður, já. Ég held að menningarnótt sé vinsælli á þeim sem búa ekki í bænum. Já, er þetta orðin útkverfa hátíð? Já, svona. Já. Það er verið að setja upp hliðið þarna, DJ Margir er að setja, það er eiginlega bara við stofugluggan hjá mér. Já. Þetta gleður okkur ekkert sérstaklega, sko, það þurfa að hlusta og bassa, hvað er þetta, 7 tíma tónleikar. Áttum ekki á því. En það er nóg að vera annað í bænum. Þetta er hliðið á bókinni. Já, Það sem fornbækur og eitthvað DJ-sett. Já, það sem Tekno og fornbækur. Fornbókasafnið hafi kvartað í fyrra yfir þessari ómenningu að vera að koma með eitthvað diskó hérna miðan dag hérna bókabúðinni. En fær hann ekki upplestur í ár? Það er nefnilega ekki að kvarta Já. vegna þess að hann fara að lesa ljóðið sér. Halló. Þannig að Þetta það er mjög lending. skemmtilegt samstarf. Kannski pínu óvænt. Herðu, það er gaman að fá okkur hérna að fara yfir fréttavíkuna og spjalla hitt og þetta bara. Já. Kristín, Natalie, Björg og Sindri. Takk fyrir. Takk fyrir. Þakka Pétri Fjallsleif fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og breytta þessu samtölu okkar í fjölmunum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifíkjur í samstörnum bara með því að segja vinum á vandaminu frá efni sem við heyrið hér og sjáið. Og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook undir nafni samstörnunar, á YouTube undir nafni samstörnunar, í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstörnunar og einstakar þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM, út af þær útvarpsendingar nást og sunnanvert Snæfellsnes og langt upp í Borgarfjörðu upp á Litlu kaffistúð út á Reykjanes þá. Það má sækja þær útvarpsendingar á spilarann fyrir þá sem eru fyrir utan það svæði. Það er spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta á fjarskiptafyrirtækið Síma. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhrings 7 daga í vikunni allan á þessu hring. Samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhörfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur. Þeir gefa okkur afl til þess að byggja upp samstöðuna og haldinni gangandi. Ef þú vilt slást í hóp þeirra velunnara samstöðurinnar þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar happi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsskuld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er búið í bili hjá okkur í dag, framöndan er helgin. Það er helgispjall á morgun klukkan 9, þá kemur Jón Kalman Stefánsson og ég ætla að spjalla við hann hvernig hann var til. En takk fyrir í bili og góð helgi.